Góðan daginn. Þá boðað hér til 38. fundar bæjarstjórnar Árborgar, kjörtímabilið 2022 til 26. Fundurinn haldinn viku síðar en hefðbundin áætlun segir til þar sem við erum að taka fyrir ársreikning sveitarfélagsins fyrir árið 2023 í dag og þess vegna haldinn á þessum degi, miðvikudaginn 24. apríl, síðasta dag vetrar. Nú, fyrst ætlum við að fara hér yfir mætinguna á fundinn. Það Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, sá sem hér stendur, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, ég minni bæjarfulltrúi á slökk á símanum. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Díana Lind Sigurjónsdóttir, varabæjarfulltrúi B-lista og Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi A-lista. Og ef ég man rétt þetta ekki fyrsti bæjarstjórnarfundurinn Díana Lind? Annar, það var akkurat. Akkurat, ég ætla ekki að segja þetta. Það var einmitt en býðan enga síður velkomna til fundar. Það víst í annarsinn, já. Þá vildi ég leggja fyrir bæjarfulltrúa hvort að einhver hafi athugasemd við fundarboðið. Einhver athugasemdir við það. Ef svo ekki, þá göngum við til dagskrár og það hún Rósa Sif Jónsdóttir sem ritar fundargerðina hjá okkur. Fyrsta mál á dagskrá, ársreikningur Árborgar fyrir árið 2023, fyrri umræða og hér greinagerðir, sundurliðun ársreiknings og ýmislegt annað sem að því tengist og verður væntanlega sett inn á alnetið þegar að fundi lýkur hér. En ég gef orðið frjálst fyrir ársreikning sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2023 og fyrst verður beðið orðið Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ársreikningur sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2023 tilbúinn til endurskoðunar og lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn miðvikudaginn 24. apríl 2024. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla ársreikninginn á 2 fundum í sveitarstjórn og seinni umræða ársreikninginn á dagskrá bæjarstjórnar þann 8. maí næstkomandi. Rekstrarniðurstaða sveitarfélags Árborgar samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A og B hluta var neikvæður 1.269 milljónir króna á árinu 2023. Samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 var gert ráð fyrir 1.856 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu en uppfærð áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir 1.694 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Þrátt fyrir neikvæða rekstrarniðurstöðu má segja að niðurstaða ársins sé töluvert betri en fjárhagsáætlun ársins gerði ráð fyrir. Tekjur ársins námu 17.951 milljón króna og hækkuðu 2.665 milljónir króna frá fyrra ári. Það ánægjulegt að sjá að tekjur hafa vaxið leið og haldið hefur verið aftur á hækkun rekstrargjaldra frá því sem lagt var upp með fjárhagsáætlun. Launakostnaður nam 9.686 milljónir króna, gjaldfærð hækkun lífeyrisskuldbindinga nam 658 milljónir króna og annar rekstrarkostnaður nam 5.622 milljónir króna. Framlegða rekstri AB hluta nam því 1.984 milljónir króna og það þrátt fyrir að hækkun lífeyrisskuldbindinga væri 430 milljónum krónum hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Afskriftir rekstrarfjármuna námu 951 milljón króna á árinu og rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var því jákvæð 1.033 milljónir króna sem breyting frá fyrra ári en þá var rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði neikvæð 599 milljónir króna. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld námu nettó 2.304 milljónir króna og að teknu tilliti til teiknast tekjuskatts hjá Selfosssveitum var rekstrarniðurstaða ársins því neikvæð 1.269 milljónir króna eins og áður sagði. Fræðslu- og uppeldismáli umfangsmesti málaflokkurinn í rekstri sveitarfélagsins og til hans var varið 7.637 milljónum eða 61,7% tekjuskattekna,
sem var til samanburðar 62,2 árið 2022. Til velferðarþjónustu var veitt 2.090 milljónum króna eða 16,9% skatttekna og þar með talin framlög vegna málefna fatlaðs fólks. Loks íþrótta- og frístundaþjónusta þriðja umfangsmesta verkefni sveitarfélagsins og til þeirra var ráðstafað 1.164,2 milljónum eða 9,4% skatttekna. Krefjandi rekstrarumhverfi, verðbólga, háu vextir litu heildarniðurstöðu ársins og leiða meðal annars til þess að fjármagnsgjöld eru verulega umfram áætlun á árinu. Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti jukust veltufé frá rekstri verulega milli ára og var 1.713 milljónir króna árið 2023 eða sem nemur 9,5% af heildartekjum. Til samanburðar var veltufé frá rekstri 133 milljónir árið 2022. Handbært fé frá rekstri var jákvætt 550 milljónir á árinu. Fjárfestingar í rekstrarfjármunum námu alls 2.549 milljónum krónum samanburði við 3.930 árið 2022. Dregið var verulega úr fjárfestingum á árinu, forgangsröðun verkefna yfirfarin og áhersla lögð á þau fjárfestingaverkefni sem sveitarfélagið var þegar bundið í samkvæmt samningum. Sem og tekjuaukandi verkefnum. Viðamesta fjárfestingin var annar áfengi stekkjaskóla en áætluð verklok þar í nóvemberlok 2024. Jarðvinnu vegna fyrirhugaðra fráveituframkvæmda lauk á árinu og áfram var unnið að gatnagerð og nauðsynlegu viðhaldi við ýmsar stofnanir bæjarins. Álögð gatnagerðargjöld og tekjur af byggingarrétti námu 600 milljónum króna á árinu 2023. Afborganir langtíma lána námu 2.414 milljónum króna á árinu, samanborið við 2.089 milljónum króna árið áður. Lántökur ársins námu 3.900 milljónum króna en árið áður 5.606 milljónum króna. Heildareignir samkvæmt efnahagsreikningi A og B hluta námu 33.372 milljónum í árslok og jukust 2.630 milljónir frá fyrra ári. Fastafjármunir í árslok voru 29.828 milljónir króna en veltufjármunir námu 3.544 milljónum króna. Skuldur og skuldbindingar námu 31.407 milljónir króna í árslok, þar voru vaxtaberandi skuldir 25.114 milljónir króna. Vaxtaberandi skuldir jukust rúmlega 3 milljarða á árinu. Eins og áður segir var verðbólga á árinu 2023 töluvert meir en gert hafi verið ráð fyrir sem hefur gríðarlega áhrif á rekstur sveitarfélagsins en sveitarfélag Árborg með stærstan hluta lánasafnsins í verðtryggðum lánum. Gjaldfærsla verðbóta langtímaskuldum nam 1.751 milljón króna sem 477 milljónum meira en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Skuldaviðmið A og B hluta nam 147,4% í árslok 2023 samanborið við 156,6% í lok fyrra árs. Eigið fé A og B hluta nam 1.965 milljónum krónum í árslok en var 2.472 milljónir í lok fyrra árs. Strax í upphaf árs 2023 setti sveitarfélagið Árborg sér fjárhagsleg markmið með það að leiðarljósa uppfylla lágmarkskröfur sem kveðið væri á með lögum að standast lágmarksviðmið eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Ljóst var að beita þurfti blönd af aðgerðum frá öllum hliðum starfseminnar þar sem rýna þurfti reksturinn og leita jafnframt leiða til aukinnar tekjuöflunar. Starfsfólk, forstöðufólk og æðstu stjórnendur lyftu grettistaki með margvíslegum aðgerðum sem fólu í sér stöðuga rýni og aðhald á öllum sviðum. Breytingar á regluverki og gjaldskrám voru innleiddar auk þess sem unnið var að sölu eigna. Eftir krefjandi rekstrarár og erfiðar aðgerðir og endurskipulagningu í rekstri afar ánægjulegt að sjá að skuldaviðmið A og B hluta samkvæmt jafnvægis og skuldareglu sveitarstjórnarlaga nú komið 147,4 en var áður 156,6 og stefndi í mun hærri tölu ef ekkert hefði verið að gert. Þann 1. janúar 2024 voru íbúar sveitarfélagsins 11.565 og fjölgaði 513 frá fyrra ári eða 4,6%. Sveitarfélag Árborg 8. fjölmennasta sveitarfélag landsins en þar störfuðu 1170 starfsmenn í 750 stöðugildum í árslok 2023 en til samanburðar störfuðu 1252 starfsmenn hjá sveitarfélaginu í 837 stöðugildum árið 2022. Laun og launatengd gjöld bæjarstjóra bæjarráðs og bæjarstjórnar námu 104 milljónum króna 2023 en 107 milljónum króna árið 2022 og því lækkunum að ræða á milli ára. Þrátt fyrir krefjandi rekstrarumhverfi árið 2023 styrktist rekstur sveitarfélags Árborgar umtalsvert milli ára þó enn eigum við talsvert í land svo reksturinn verði sjálfbær. Þannig er rekstrarhalli minni en áætlað var þrátt fyrir að gjaldfærsla vegna lífeyrisskuldbindinga og verðbætra lána var umtalsvert hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Framlegð jókst verulega milli ára eða úr 1,5% af tekjum árið 2022 í 11,1% árið 2023. Veltufé frá rekstri eina lykiltölum í ársreikningi og segir til það svigrúm sem reksturinn gefur til að standa undir framkvæmdum og afborgunum lána. Það er styrkleika merki að sjá að veltufé frá rekstri jókst verulega milli ára
1.580 milljónir króna, nam 1.713 milljónum árið 2023 en voru aðeins 133 milljónir 2022. Í þessu samhengi rétt að við huga samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 2023 nema næstás afborganir langtíma skulda og skuldbindingar alls 2.546 milljónum. Svo þrátt fyrir batnandi grunnrekstur og aukna fjármunamyndun að þá er á það ennþá við að betur má duga skal. Verkefnið framundan að halda áfram að braut ráðdeildar í rekstri og ábyrgar fjármálastjórnunar, fylgi eftir aðgerðaáætlun bæjarstjórnar og byggja ofan á þann góða árangur sem þegar hefur náðst. Þannig tryggjum við sjálfbæra rekstur sveitarfélagsins til framtíðar og getu til þess að sinna lögbundnum verkefnum sínum ásamt því að veita íbúum sem allra besta þjónustu og til framtíðar lækkunar á álögum. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Og hún fór hér bæjarstjóri yfir greinargerð með þessum ársreikningi og ég opna fyrir mælendaskrá. Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi á lista. Herra forseti, bæjarfulltrúar og aðrir íbúar. Ég ætla að hafa þetta stutt á skoðanir þar sem við erum í fyrri umræðu. Við kemum hér undir liðnum fyrri umræðu ársreiknings 2023. Það er margt áhugavert í þessum ársreikning og bendi ég á að ákveðin kúvending hefur átt sér stað í rekstrarniðurstöðu undir sjóðstreyminu sem sýnir það grettistak sem starfsmenn sveitarfélagsins hafa lyft í rekstrinum. Ég flagga þó áhyggjum mínum af því að meðan seglin eru dregin saman í viðhaldi og framkvæmdum þá myndast snjóhengja samhliða sem verður að taka á seinna samanber fjárfestingu í varanlegum rekstrarfjármunum. Takk fyrir þetta, Axel. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir og tilheyrendur. Já, við erum hérna í fyrri umræðu ársreikning ársins 2023 og samkvæmt prótókolli þá þurfum við að taka hann til sinnum fyrir. Venjan er nú að svona meiri umræða verður hann í síðar umræðu og það er auðvitað geta alltaf orðið einhverja breytingar á milli umræðina eins og endurskoðendur hafa tjáð okkur en og það er líka þannig að við auðvitað fengum greinagerðina ekki fyrir í dag, greinagerðina með ársreikningnum, þannig að ég verð alveg að viðurkenna að þó hann hafi svona verið lesin hérna meira og minna svona frekar hratt, þá þarf maður auðvitað svona aðeins að kynna sér hana betur, greinagerðina. Ég hafði ekki tíma í dag til þess að lesa hana, en það eru jákvæðir það eru jákvæð teikn í auðvitað neikvæðri stöðu við svo sem það er ekkert launungamál, við vitum það en ég held bara að svona við munum ræða þetta betur í síðari umræðinu og við erum búin að kynna okkur betur greinagerðina og fá líka endalega ársreikninginn sem mun liggja fyrir þann 8. maí. Þá hittust við hér aftur og tölum þetta. Takk. Takk að þið fyrir Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég tók nú aðeins saman smá yfirferð minni yfir rekstrar og efna og sjóðstreymi fyrir síðasta ár og ég ætla nú svona aðeins að einblína kannski að helst á aðalsjóðinn og þar sem að við erum náttúrulega að tala annars vegar A og B. A-sjóður eru auðvitað aðalsjóður sveitarfélagsins sem að bera að reyna að reka á jákvæðan hátt.
Ok, tekjur sveitarfélagsins Árborgar voru 16 milljarðar í aðalsjóði og að framleiða rekstri 940 milljónir. Alla jafna myndi það hljóma ágætlega þangað til nefndir og skuldir og vextir A-hluta. Vaxtaberandi skuldir sveitarfélagsins um 22,5 milljarður og vextir og verðbætur tæpur 2,1 milljarður. Það ríflega 10% af vaxtaberandi skuldum. Vaxtabyrðin 16% af öllum skatttekjum sveitarfélagsins. 16 krónur af hverjum 100. Ég ekki að fara yfir málið til þess að finna sökudólg, heldur ég að nefna þetta því sveitarfélagið opinber eining og á í raun ekki að sæta svona vaxtabyrði. Við erum hins vegar búum í umhverfi þar sem kemur til aðstoðar og tekur yfir á endanum eða ekki verið brugðist við, eftirlitsnefnd sveitarfélag og ráðgjafar sem að hafa aðstoða sveitarfélag Árborg á þessari vegferð og snúa rekstrinu við. En að vöxtum þá er rétt að aðgreina verðbætur og raunverulega greidda vexti. Greiddir vextir á síðasta ári í A-sjóð voru 650 milljónir og verðbætur 1536 milljónir. Verðbætur má túlka sem lántöku og segja má við þökkum fyrir að hafa ekki þurft að greiða úr tómum sjóðum sveitarfélagsins í þetta skipti. Greiddir vextir eru 640 milljónir af 22,5 milljónum sem eru heildarskuldir aðalsjóðs eða 2,8% af heildarvaxtaberandi skuld. Það aðeins skári raunveruleiki og sem hlutfall heildar innheimtu sköttum þá það 4,8% eða 4,8 krónur sem við greiðum í skatta í þessu sveitarfélagi fara til greiðslu á vöxtum. Rekstrarafkoma aðalsjóðs var 1,8 milljarður í tap árið 2023 og verður að sjálfsögðu ekki við það unna. Þegar rekstri fjöreggja sveitarfélagsins bætt við, svokölluðum B-hluta, sem samanstendur af byggingarsjóði aldraðra sem gaf 25 milljónir í tap, fráveitu 258 milljónir í hagnað, Vatnsveitu 445 milljónir, Selfossveitna mínus 2 milljónir. Og Sandvíkur setur það var tap upp á 63 milljónir. Og þá batnar afkoman í 1269 eða cirka 530 milljónir. Ég ætla ekki að þreyta ykkur á því að tala hve mikið betri afkoman miðað við áætlun en get þó sagt að tekjur voru hærri en áætlun og gjöldin lægri sem skapar 430 milljónir minna tap en spáð var. Svo því sé haldið til haga að þá ykkar einlægur mjög ánægður með það. Þannig að þetta ekki einhver reiðilestur yfir okkur. Að loknum yfirlestri á rekstrarreikningi tekum við efnahagsreikningu sveitarfélagsins Árborgar. Fastafjármunir telja 24 milljarða, 30 milljarða með B-hluta, veltufjármunir 5 milljarða, 3,5 með B-hluta og bókfærar eignir upp á 30 milljarða, tvisvar sinnum heildartekjur og skuldir ríflega 31 milljarður. Eigið fé í aðalsjóði neikvætt tæpa 3 milljarða, en með B-viðbótum jákvætt 2. Þegar við skoðum neikvætt eigið fé og skilgreininguna á því, þá í rauninni hægt að segja að staðan sé bara mjög alvarleg. Neikvætt eigið fé ekki til þess að leika sér með í langan tíma og við þurfum að laga þar að leiðandi afkomuna eins og við mögulega getum. Ég vil aðeins víkja að bókfærðum eignum sveitarfélagsins. Endurskoðandi fór mikinn í að útskýra fyrir okkur eignir og bókfært virði. Við sérstakar aðstæður höfum við heimild til að hækka bókfært virði eigna 5% og á síðasta ári var þetta í kringum 800 milljónir. Á þeim árum sem við þurfum að þola verðbólgu sem hærri en 5%, þá rýrnar bókfært virði eigna umfram 5%. Á það sama við skuldir. Nei, það ekki þannig. Þar miðað við raunstöðu. Þær eru náttúrulega verðtryggðar, ekki eignirnar, skuldirnar. Verðbætur voru 1,5 milljarður og leiðrétting upp 800 milljónir. Þannig mismunur upp á 700 milljónir á einu ári.
hvar bókfærar eignir sveitarfélagsins rýrna umfram skuldir. Þetta er bara 1 ár. Hvað með undanfarin 25? Hver er uppsöfnun skekkja? Ég myndi að giska á að minnstakosti 10 milljarðar og það er gisk, varfærið. Og það lítur fram hjá því hvert raunverðið er eða markaðsvirðið á eignum, fasteignum, löndum og svo framvegis. Getur verið að þetta skekki myndinni eitthvað gagnvart lánastofnunum? Getur það verið? Skoði vaxtakjörin, áhættuprófílinn, samspil eigna og skulda og eigifjár. Neikvætt eigifjár, skuldir, jafn háar eignum. Hvar eru við stödd? Skuldir eru sannarlega færðar á raunverði, dulin verðmæti í eignum að minnstakosti 25 milljarðar og eigifjár með B-fyrirtækjum 6% af heildareignum. Þetta er afar skökk mynd. Og við ættum að skoða lagfæringu og færa bækurnar að raunveruleikanum. Þessi efnahagsreikningur endurspeglar á engan hátt raunstöðu og ber endurskoðanda að skoða og álykta. Það á nefnilega að telja allar eignarbönirnar alveg eins og skuldarbönirnar. Í sjóðstreymi aðalsjóðs eða A-hluta kemur fram hvernig lausafjárstýringu ársins var háttað. Lántökur stóðu undir lausafjárframboði sveitarfélagsins því veltufé frá rekstri var 551 milljón. Stærstu liðir rekstrarhreyfinga voru neikvæðar, stærðir svo sem verðbætur, lífeyrisskuldbindingar og afskriftir. Og því maður segja að veltufé hafi staðið undir greiðslu vaxta en ekki endurgreiðslu á höfuðstól vaxtaberandi skulda. Af þeim sökum var að taka lán fyrir afborgunum langtímalána. Fjárfestingar voru jafnframt fjármagnaðar með skuldum, gatnagerðargjöldum og sölu á byggingarréttum, en fjárfest var fyrir 2 milljarða. Fjármögnarhreyfingar voru þannig ný langtímalán sem numu 3,7 milljörðum og verðbætur voru 1,5 milljarður, endurgreiðslu lán 2,2 sem gerði það verkum að langtímalán jukust 3 milljarðar cirka. Svo því sé haldið til haga, þá hef ég lagt áherslu á A-hluta uppgjörsins því sá hluti verður að vera sjálfbær. B-hlutafélög þurfa einnig að vera sjálfbær og ekki notuð til að fjármagna A-hluta reksturs. Þá má segja að verið sé að tala um falda skattlagningu í formi vatns- og fráveitukjalda. Í staðinn tel ég að B-hlutafélög verða að fá frið til að sinna sínum skyldum með afgangi í rekstri í formi viðhalds og rannsókna. Hvar væri við stödd ef Selfossveitur hefði ekki fjármagn til að leita af heitu vatni? Ekki á góðum stað. Eða tryggja afhendingu á hreinu vatni eða veitt fráveitu vatni síið út í náttúruna. Í Árborg til skammar þá hefur okkur ekki tekist að síja fráveitu vatni áður en því veitt út í náttúruna því miður. Aðstæður sem sveitarfélag Árborg fann sig í árið 2022 er afrakstur fjölda margra þátta. COVID, hárra vaxta, hárra verðbólgu, verulegar innviðaskuldar, stórkostlegar fólksfjölgunar, hækkun launa og mikillar ráðninga. Hugsið ykkur fólksfjölgununa og fjölda barna og fjölskyldna sem kalla eftir þjónustu. En ég vil bara árétta að það er mikilvægt að við temjum okkur þann hugsunarhátt að börn eru einhver mesti hagvaxtar hvati sem fyrirfinnst hér á jörðu. Ég er mikill talnamaður en ég lít samt sem á það þannig að ef við ekki eignumst börn og löðum ekki inn í sveitarfélagið að þá mun raunverulega reksturinn hnigna. Í fjárhagsáætlun sem liggur fyrir okkur núna og við munum fara í að uppfæra á komandi mánuðum er gert ráð fyrir 17 milljarða tekjum árið 2024 og voru tekjur síðasta árs 800 milljón króna hærri. Með nýjustu útsvarshækkun, fjölgun íbúa, hækkun jöfnunarsjóðs, hækkun gjaldskráa, hækkun meðalauna má gera ráð fyrir því að tekjur sveitarfélagsins fari yfir 20 milljarða á árinu og að framleiðið verði, ef ég reyna að skjóta það 2,5 milljarður. Ef við höldum öllu óbreyttu, það myndi þýða að skuldaviðmið verður aftur undir 150% sem auðvitað gríðarlega góður árangur. Þá sitjum við eftir með spurninguna, hver hratt viljum við ná settu marki og hver á skattlagningin að vera? Var á bratt farið í niðurskurð
eða hæfilega því við ætlum okkur að ná settum markmiðum? Þetta eru spurningar, kæru félagar, sem við þurfum að spyrja okkur að og svara í kjölfar þess að við skoðum 6 mánuði uppgjör sveitarfélagsins. En eitt er ljóst, að það er að staðan er mikið breytt frá upphafi kjörtímabilsins og er allir í bæjarstjórninum það að þakka því samhent unnum við starfið. Já, takk fyrir þetta Arnar Freyr. Við erum hérna í fyrri umræðu ársreikning sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2023. Þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir fulltrúi D-lista beðið orðið. Forseti, fulltrúar, aðrir tilheyrendur og gestir. Mér langaði bara að koma þessu upp aftur af því að það er alveg hárrétt sem að bæjarfulltrúar Arnar segir, það er að A-hluti er okkar stóra rekstur A-hlutans og gera hann sjálfbæran er okkar aðalverkefni og áskorun. Ég er hér með einmitt fyrir fram með mig og er hefð fyrir því að taka saman A og B-hluta og taka skuldaviðmið saman út frá því. En það er áhugavert að horfa á það að vaxtaberandi skuldir ef maður horfi bara á A-hluta síðastliðin 5 ár. Ef við tölum 2019 er þá 7.414 milljónir eða 48,7% af tekjum en er í dag 20.295 eða 71,3% af tekjum. Þannig að verkefni er ærið og enn til staðar og skuldaviðmið út frá A-hluta einum og sér 156,1%. Og við áttum ákveðið samtali í dag varðandi skuldahlutfallið og höfum við sjálfsagt verið að tala sitthvorn hlutin A-hluta og svo A og B-hluta. Og gætti þar ákveðin misskilnings. En verkefni er áfram A-hluti og það er sannarlega stórt verkefni framundan. Það ber auðvitað að fagna litlu sigurunum enga síður og það er búið að ganga vel og fyrir það ber að þakka starfsmönnum og stjórnendum og þeim sem hafa þurft að framfylgja þeim áætlunum sem unnið var að undir með dyggum stuðningi frá KPMG sem hefur verið okkur ómetanlegur og það sem að skiptir auðvitað máli líka fyrir okkur núna auðvitað eftir að ræðum þetta eins og bæjarfulltrúi Arnar kom inn á áðan betur og meira þann 8. Því að nú er reikningurinn í rauninni í endurskoðun að þá auðvitað megum ekki gleyma því að staðan var þannig í byrjun árs árið 2023 að við leitum til eftirlitsnefndarinnar aðstoð þar sem að ytra umhverfi og vaxtaberandi skuldir sem eru eins og ég var að segja á 71,3% af tekjum með 23 ekkert lausafé og bara framundan gríðarlega þungt ár og ég ætla ekki að draga dul á það sem það var en með samstilltu átaki starfsmanna og allra sem koma að málinu þá er ég greiðlega þakklátt fyrir þá stöðu sem við erum í dag. Við þurfum auðvitað alltaf að setjast yfir þetta og við höfum auðvitað lofað því að setjast yfir og endurmeta og í dag erum við að skila inn til eftirlitsnefndarinnar reglulega árslutauppgjörum og höfum ekki verið að gera það áður og er það vel og þá þurfum við bara að setjast niður og endurmeta og skoða hvernig hlutirnir að þróast. Ef að fer af stað einhver vaxtalækkun við komum enn einu sinni inn á það, þá bara gætu hlutirnir breyst mjög hratt. Og alls konar ytri breytur sem geta komið okkur, hvað ég að segja, svona stutt okkur til enn betri árangurs, en á sama tíma þá auðvitað líka er íbúafjölgunin og svo innviðauppbygging sem farið hefur verið í að standa með okkur og eins og við komum inn á áðan þá hefur það auðvitað gert að verkum að skuldirnar dreifast á fleiri íbúa og það er þannig hjá lánasjóðunum að lánasjóðurinn er að taka veð í útsvarstekjum eingöngu og við höfum í langan tíma verið að taka lán fyrir afborgunum og gerðum það og erum að gera það enn. Við verðum auðvitað að passa að gleypa ekki fílinn í einu bita, við erum að vinna þetta í skrefum og er það auðvitað stóra markmið eins og áður sagði að gera sveitarfélagið og reksturinn sjálfbæran til lengri tíma. Hvort það sé svo hægt í stóra samhenginu, það er svo fyrir einhvern annan að rannsaka og komi lausnina, hvort að módelið gengur hreinlega upp rekstur sveitarfélaga.
Takk fyrir það, Fjóla. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum fyrsta lið dagskrárfundarins? Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, biður orðið. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Við erum hérna í fyrir umræðum ársreikning sveitarfélagsins 2023. Ég tek undir hérna orð Örnu, ég er nú náttúrulega eins og kannski flestir hérna ekki alveg náð að fara í gegnum samantæktina því að hún barst nú bara fyrir stuttu en ég náði þó að renna svona nokkuð skauta yfir hana og eins svona var þetta fín samantækt hjá Fjólu. Það er svona kannski ýmislegt sem hefur komið hérna fram sem að ég get vel tekið undir eins og til dæmis með Arnari varðandi þessa skekkju í efnahagsreikningnum varðandi eignir sveitarfélagsins og eignir sveitarfélagsins eru að mínu mati klárlega vantaldar. Nú annað sem að ég rak annað sem að hérna kom fram í máli Fjólu sem að ég hjó sérstaklega eftir því að hérna þetta kom nú líka upp 2022 þá skyndilega voru lífeyrissjóðsskuldbindingar úr einhverjum tugum milljóna í áætlaðar í tæpar 600 milljónir að muna nú að minna og núna í þessum ársreikningi 2023 þá er aftur raun og veru sama staðan upp nema þær fara ekki upp í nema rúmlega 400 milljónir þannig að á þessum 2 árum að þá erum við að tala um rúman milljarð hækkun á lífeyrisskuldbindingum og ég hef nú svo sem haft hérna nokkrum sinnum orðum það hvernig rekstur sveitarfélagsins, hvernig er að reka sveitarfélag og ég get alveg verið sammála Fjólu að ég held að þurfa að fara að taka verulega alvarlega umræðu það hvort að þetta rekstramódel sem að sveitarfélagum er gert að reka sig eftir sé hreinlega til þess fallið að það sé hægt að reka sveitarfélög. Því að það þarf svo lítið út að bregða til að fjárhagurinn taki verulegt högg og fari hratt niður á við með tilheyrandi álögum og óþægindum á kannski segja fyrir íbúana. Annað sem að mér fannst hérna áhugavert er að það er töluvert fækkun stöðugilda milli ára en ársverkin haldast nokkurn veginn þau sömu og ég hefði nú áhuga á því að það væri nú kannski eitthvað greint vegna þess að við erum að sjá á sama tíma fjölgun upp á tæplega 5%. Vorum við með fullt af starfsfólki sem að hafði raun og veru ekkert að gera? Erum við búin að skera niður svo mikið þjónustu að það skýrir þetta? Eða erum við kannski farin að leggja of mikið á herðar starfsfólksins sem eftir stendur og það er að hlaupa hraðar? Og þá veltir maður fyrir sér að því við höfum séð það gerast áður að undirmannað sveitarfélag það gengur ekki til lengdar því að fólk brennur upp í starfi og ekki bara sveitarfélag, það gerist bara í allri starfsemi. Þannig ég held að við verðum að skoða það mjög alvarlega og gaumgæfilega hvernig stendur á því að þessar tölur eru svona. Nú það er ánægjulegt að sjá að skuldaviðmiðið er farið niður fyrir 150% og ég svo sem get ekki annað en að sama tíma og ég er eins og segi ánægður að þá finnst mér það líka kannski umhugsunarvert í ljósi þess að ég hef nokkur sinnum haft orð á því hér að mér finnst við að hafa gengið full harkalega fram í hækkun á álögum og sköttum á íbúana og maður heyrir það svo sem líka á fólki sem maður hittur á förnum vegi að því finnst þetta full langt gengið í mörgum tilfellum og svo sem ekki auðvelt að andmæla því. En
vonandi gefur þetta þá okkur svigrúm til þess að í þá næstu fjárhagsáætlunargerð að ef það er ekki hægt að taka þessa hækkun á útsvarsprósentunni sem var samþykkt hér fyrir einhver mánuði síðan, að þá lækkum við aðra gjaldstofna til jafns þannig að íbúarnir finni þá ekki fyrir hækkun og það sé verið að hækka gjöldin óþarflega umfram það sem að þörf er á. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Það eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-listann. Forseti bæjarfulltrúar Ari tilheyrendur. Já, við erum að ræða fyrir umræðu ársreikning sveitarfélagsins. Skulum halda okkur því að það er rétt svo því það maður vilja endurtaka alla að þetta er meir umræða þegar við fáum hann endanlega. En mjög góðar umræður og hann gefur okkur mjög góðar vísbendingar hvernig hann mun endanlega líta út. Já, hann verður ekki nánast upp á krónutölu. En þótt að sé náttúrulega engan hátt jákvætt að við séum að leggja fram ársreikning með neikvæða afkomu, þá er það samt í ljósi þess að við erum búin að tala hvað við höfum að fara í, þá er það ótrúlega ánægjulegt að hann sé samt miðað við þessa fyrir 425 milljónum undir áætlun. Það er gleðiefni og við tekum undir það sem hefur komið fram hérna. En það er rétt að erfiðar aðgerðir til hagræðingar sem hefur verið farið í árinu, þær eru sannarlega að skila árangri. Auðvitað hafa verið erfiðar og hafa áhrif og það er til marks bara ótrúlega elju hjá bæði það sem bæjarstjórnin hefur lagt til og starfsmenn í rauninni og ber það að þakka fyrir það. En leið var, eins og kom fram í greinargerðinni, að íbúafjölgun var umfram áætlun, þannig að það skilar auðvitað auknum tekjum þar líka, auk jöfnunarsjóðs framlagsins. En þegar við horfum til í rauninni seinni umræðunar og við fáum þetta endilega, þá er þetta, og þessi niðurstaða verða veruleika, þá er þetta sannarlega niðurstaða sem veitir okkur sterkari grunn til að fylgja eftir þeim áætlunum sem við höfum gert. Því að það skiptir máli að þó að við séum á réttri leið núna, að þá þurfum við líka að brýna okkur áfram. Verkinu er ekki lokið eins og hefur komið fram í þetta. En þetta skapar sterkari grunn fyrir að reksturinn verði sjálfbærri, við höldum áfram að veita góða þjónustu og skapa aðstæður til þess að við getum síðan lækka skatta á álögur. Og það er auðvitað þess að við munum vinna að áfram. En fögnum vörðunum, hrós til allra, en höldum líka fókus fram á veginn. Takk. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum fyrsta lið. Ársreikningur sveitarfélags Árborgar árið 2023 fyrir umræða. Ef svo er ekki, þá vil ég bera það upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir ársreikningum að vísa honum til síðari umræðu, með þess að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það annar liðurinn á dagskrá, minnisblað stöðu leikskólamála í Árborg í nóvember 2023. Þetta er tillaga frá 12. fundi fræðslu- og frístundanefndar frá 17. apríl liður 1, minnisblað stöðu leikskólamála í Árborg í nóvember 2023. Þetta er minnisblað og tillögur frá sviðsstjóra og leiðtoga leikskólamála vinnu umhverfi leikskólans. Fræðslu- og frístundanefnd samþykkti samhljóma tillögur frá sviðsstjóra og leiðtoga leikskólamála og lagði til bæjarstjórn að samþykkja tillöguna. Og hér er síðan minnisblaðið sem fylgiskjal og ég opna fyrir mælendaskrá. Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, við beðum orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar, gestir og tilheyrendur. Og það var ánægjulegt að þetta var lagt fyrir þetta minnisblað og tillaga frá sviðsstjóra og faglegum leiðtoga leikskóla í Árborg, þar sem það var samþykkt samhljóða að fara í þessa vegferð. Og þetta er náttúrulega hugsað bara til eins árs í senn, svona þróunarverkefni, einhvers konar. En í vetur átti sér stað ákveðin vinna að sviðsstjóra og faglegu leiðtogi í leikskólanu var beðinn að móta ákveðna tillögur sviðsmyndir og breytingar á starfsumhverfi því það var verið að kalla eftir og
starfsfólk í leikskólum var að kalla eftir ákveðnum kerfisbreytingum. Og þetta er niðurstaðan eins og hérna, eins og liggur fyrir í minnisblaðinu og vonandi verður það bara samþykkt hér. En þetta snýr að því að það verða svona skráningadagar þessa hérna í dymbilviku, haust- og vetrarfríum, og það verður ekki skerðing á þjónustu nema það er lokað í milli jól og nýárs og það eru þeir dagar sem verða skertir. Á móti kemur þá þarf fólk ekki að greiða þessa daga nema þau þurfa á því að halda og þá getur fólk lækka hjá sér leikskólagjöldin. Þannig að ég bara vona að fólk sé jákvætt fyrir þessum breytingum. En þetta er allavega skrefi og þetta er bara tímamóta tillögur held ég hjá okkur að fara í þessa ákveðna kerfisbreytingar. Og allavega er jákvætt viðhorf til þessar breytinga í leikskólum. Þannig að ég held að það sé líka, við fengum frá foreldraráðum og bara búin að vera mikil vinna í gangi með þetta og það var málþing sem var haldið í mars 22 og þar kom þessi niðurstaða mjög sterk fram að það yrði að gera einhverjar kerfisbreytingar á leikskólastarfi bara til þess að jafna kjör bara starfsmanna við grunnskóla sérstaklega, því þetta er náttúrulega orðið eitt leyfisbréf. Þannig ég held að þetta sé bara mjög góð lending og svo allavega er þetta tilraun til eins árs. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Þá er Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi á lista að biðja orðið. Forseti og bæjarfulltrúar og þeir sem heima sitjið. Við því áfram Árborg fögnum þessum tillögum þess að lögðu til þessi útfærsla tilraunaverkefnis til auki sveigjanleika fyrir þá foreldra sem geta nýtt sér það þar sem leikskólagjöld munu lækka með þessu skráningadögum og skráningatímum föstudögum. Með fagnaðarefni sérstaklega bara eins og segi fyrir alla sem geta nýtt sér þetta og með þessi tilraunaverkefni vonast ég svo sannarlega til þess þeim dögum sem virkið þarf fáliðun og áætlanir fækki og komið verði veg fyrir flótta fagmennta starfsfólks úr leikskólakerfinu til dæmis yfir í grunnskólakerfið eða aðrar atvinnugreinar. Það hefur þurft að virkja fáliðun og áætlanir í leikskólu með Árborgar svona frá 1 til 20 skipti frá ágúst 23 og það hefur náttúrulega í för með sér að börn hafa þurft að fara heim með litlum fyrirvara. Þetta hefur komið sér gríðilega illa fyrir foreldra, starfsfólk, atvinnulífið. Ég vona svo sannarlega að þetta sé skref sem ég sjálfur trúi að sé spennandi skref í rétta átt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Axel. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, biðjum orðið. Forseti, já, við erum að ræða hérna, breytingar, tillögu af breytingum á fyrirkomulagi í starfsemi leikskólana og ég ætla nú fyrst aðeins að koma með smá nöldur varðandi heitið á þessum dagskrárlið. Sko, mér finnst við þurfa að vanda okkur aðeins betur svona með heitin á dagskrárliðunum og þurfa að vera aðeins meira lýsandi. Að sko í rauninni er þetta tillaga. Þetta er tillaga sem liggur fyrir fundinum. Auðvitað eru gögnin í málinu náttúrulega eru minnisblaðið og mér finnst að þarna hefði átt þetta að heita þessi liður og þetta er tillaga breytingu á fyrirkomulagi starfsemi leikskóla tímabundna breytingar til 1 árs. Af því ég er nú svo nákvæm kona sko, þá að bara svona þetta er ekki nógu lýsandi hvað við erum að fjalla skiljiði. En með þessari tillögu sem er mjög spennandi, þetta er mjög spennandi mál og er einmitt eins og Brynhildur kom inn á afrakstur virkilega góðs málþings sem var haldið í mars 2022 þar sem komu saman allir hagaðilar í leikskóla
málum sveitafélagsins og þar var svona þar var þetta mál mjög ofarlega á baugi. Það er að segja þessar breytingar sem hafa orðið, þessi mikla áskorun sem við stöndum frammi fyrir með þessu eina leyfisbréfi sem að ríkið ákvað, senda okkur svolítið það verkefni að búa eða samþykkja að vera eitt leyfisbréf sem allir kennarar fengju og sem að hafði afleiðingar för með sig sem voru kannski, ég veit ekki hvort það voru fyrirsjáanlegar afleiðingar en allavega urðu afleiðingarnar þær að því miður virtist fagfólk fara úr leikskólum og sækja yfir í grunnskólana og það hefur svona verið niðurstaðan að fagfólk leikskólana hefur svona verið að sækja í starfskjörin sem eru í grunnskólanum og og það er auðvitað ljóst að einhvern veginn þarf að bregðast við. Við verðum að reyna að finna einhverja leiðir til þess að fjölga eða halda í okkar góða fagfólk og náttúrulega aðalmáli er auðvitað við þurfum að fjölga fagfólki í leikskólum. Það er auðvitað stærsta verkefni. Mér finnast þessar tillögur mjög spennandi eins og að koma fram í þessu fína minnisblaði sem fylgir með tillögunni og það sem ég var svona að hugsa með varandi þetta og það er auðvitað eitt af því sem er væntanlega búið að hugsa en við höfum kannski ekki fengið kynningu á, það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að þetta verði mjög vel kynnt, það fari af stað mjög nákvæm, góð og einföld kynning fyrir foreldra og þá sem eru að nota þjónustu leikskólana og svo að svona sú könnun sem að tilstendur að fara í til þess að skoða hvernig reynslan verður af því þetta er tilraunaverkefni, þá verður auðvitað að gera könnun og kanna hug fólks til hvernig hefur tiltekist og hvort að ánægja sig með þetta, hvort að sé einhverja hugmyndir að úrbótum á fyrirkomulaginu og þannig að það er ofboðslega mikilvægt að passa upp á það og að við gætum að þessum viðkvæmu hópum sem að við erum með í, af því að það er ekki allir, sitt ekki allir við saman borð, það eru viðkvæmir hópar sem þurfa meira á þjónustuna að halda, við þurfum að passa upp á þá og við þurfum að passa upp á, það er þá bæði eins og einstæðir foreldrar, það eru börn í viðkvæmri stöðu, það eru börn með alvarleg frávik, það eru börn með sem koma frá heimilum þar sem að getur verið einhvers konar vangeta til staðar og þannig að við þurfum að passa upp á allt þetta alveg gríðarlega vel og svo þurfum við náttúrulega líka að vita hvað þetta kostar af því að þetta er auðvitað minnkun á tekjum til sveitarfélagsins og það hefur auðvitað áhrif á reikningan okkar. Þannig að, já, takk fyrir. Takk fyrir Arna, þá hefur Þórhildur Dröfn Ingvadóttir bæjarfulltrúi T-lista beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Það er mikið fagnaðarefni að sveitarfélagið skuli stíga þetta skref í leikskólamálum hér í Árborg. Með þessu fyrirkomulagi er að vera að koma á móts við starfsfólk og ekki síst foreldra með börn á leikskólastigi. Það verður spennandi að fylgjast með þessu tilraunaverkefni næsta árið og vil ég þakka starfsfólki fyrir þessa góðu vinnu sem liggur hér á baki við þetta verkefni. Ég myndi segja að þetta er stór tímamót að taka þetta skref á leikskólastiginu. Og það er búið að skoða margar hliðar á þessu, fram og tilbaka. Við vorum með leiðir A, B og skoða þetta hvað kæmi best út. Og töldum við með sameiginlegri ákvörðun og gríðarlegri vinnu fyrir starfsfólkið að þetta væri besta leiðin.
Takk fyrir þetta Þórhildur Dröfn og þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, væri tilheyrendur. Mér langaði bara að koma upp til þess að fagna þessu tilraunaverkefni og leið þakka sviðsstjóra og faglegum leiðtoga leikskólamála, leikskólastjórum og öðru starfsfólki fyrir gríðarlega flotta vinnu og undirbúning og kynningu sem framöndan er. Þetta er auðvitað fyrst og fremst farið af stað í þetta tilraunaverkefni til að mæta stöðunni sem hefur skapast á landsvísu í leikskólamálum eins og hefur komið hér fram í máli bæjarfulltrúa og undan mér. Verkefni verður auðvitað metið að þessu ári loknu og tel ég að þetta sé mjög góð leið til þess að mæta bæði þeim sem að þurfa á þjónustuna að halda og því það er auðvitað eins og komið hérna fram í máli bæjarfulltrúa undan mér að það eru einstaklingar sem þurfa á því að halda að nýta fulla vistun en svo eru auðvitað einstaklingar sem geta nýtt sér önnur úrræði og jafnvel nýtt sér styttingu vinnuvikunar og þá er það mjög gott að fólk hafi þetta val, geti lækka þennan kostnað sem er gríðarlega mikill og íþyngjandi oft fyrir fjölskyldu sérstaklega að vera með fleiri en eitt barn á leikskólastigi. Könnunin sem verður sett í loftið eftir þetta ár er auðvitað könnun til foreldra og starfsfólks en auðvitað líka til foreldraráðanna þannig að það sé hægt að fara út úr þessu verkefni með þessi gögn. Hvernig var mætingin, hvernig var nýtingin, hverju voru að nýta eins og dymbilviku og þessar vetrarfrí og þessi frí sem að eins og kom fram líka áðan hafa verið kannski oft ástæður þess að fólk hefur fært sig skólastig því þar hefur verið hægur að vika að vera í frí á sama tíma börnin ef fólk er fjölskyldufólk og annað til því. Þannig að maður skilur það líka. Varðandi tekjurnar, það er auðvitað líka eitthvað sem er svo gott að geta gert þá sem eins árs tilraunaverkefni er þá að sjá að því að eðlilega þá lækkar mánaðargjald samhliða því ef þú nýtir þjónustuna minna. Ef þú nýtir þjónustuna að fullu og nýtir bara þann tíma eins og hann er í dag, því það er hægt að halda áfram bara að nýta hann að fullu, að þá er bara sama verð, óbreytt. Eina breytingin í rauninni við erum ekki að skerða þjónustu að neinu leyti ef fólk vill það ekki, nema milli jól og nýjárs og þá er kannski gott að þetta hitti svona á akkurat að það er í rauninni mjög fáir dagar að þessu sinni og kannski mjög góður tími til þess að fara í svona tilraunaverkefni og mæta þá starfsfólki á sama tíma með því að loka milli jól og nýjárs sem eru þessi 2 dagar. En þetta kemur allt betur fram í kynningu til foreldra, starfsmenn eru búnir að fá kynningu og svo verður sett fréttatilkynning út. Þannig að ég fagna þessu og mér finnst þetta að vera mild leið, mér finnst hún vera að mæta mörgum sjónarhornum, auðvitað verða örugglega einhverjar gagnrýnisraddir eðlilega og breytingar eru erfiðar en við verðum alltaf að muna að það er í boði áfram fullvistun utan 2 daga milli jól og nýjárs. Að öðru leyti geta einstaklingar sem er að vinna þannig vinnu og þær eru margir og eru þá jafnvel ekki með bakland eða þar fram til götunum geta nýtt sér vistunina að fullu. Þannig að þetta verður áhugavert og spennandi ár framöndan að sjá hvernig þetta þróast. Takk fyrir þetta Fjóla. Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðið um orðið. Já, bæjarfulltrúar, Arna var að spá í bæjarfulltrúi var að spá í varðandi kynningar, það verða, eins og sem Fjóla kom inn á áðan, þá verða send út fréttatilkynning eftir þennan fund og síðan verður sendur tölvupóstur bæði á ensku og á íslensku á allra foreldra. Starfsfólk er búið að fara á kynningu á þessu og gert bara strax eftir fræðslu- og frístundanefndarfundin þannig að þau séu líka tilbúna að mæta fólki líka bara á þegar þau eru að taka á móti börnum og geta skýrt þetta svo líka út. Þannig ég held að það sé búið að vinna þá vinnu mjög vel. Þannig en auðvitað þarf alltaf
að rýna í allt varðandi það. Takk fyrir það. Takk fyrir það, Brynhildur. Þá erum við Díana Lind Sigurjónsdóttir, varabæjarfulltrúi B-lista, beðið um orðið. Já, virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Mér langar að koma hérna upp og fagna þessari tillögu sem hefur sett fram hér í dag. Mér langaði líka til þess að fara aðeins yfir þá vinnu sem hefur átt sér stað, þar sem að þessi vinna hefur átt sér stað í meira en 2 ár. En eins og fram kemur í minnisblaði sviðsstjóra fjölskyldusviðs og faglegsleiðtoga leikskóla Árborgar, þá hefur leikskólastigið átt undir högg að sækja og ljóst að breytinga þörf. Það því ekki spurning hvort það eigi að gera eitthvað, heldur hvað á að gera og hvernig. Mörg sveitarfélög hafa nú þegar tekið á skarið og farið mismunandi leiðir til að mæta þeim gríðarlega vanda sem leikskólandi glíma við. Og mikil vinna hefur átt sér stað í að afla upplýsinga um kosti þessara leiða, en jafnframt hlustað eftir gagnrýni og hvað mætti betur fara. Ásamt þeirri vinnu hefur vinnuhópur leikskólamál unnið jafnt og þétt að því að fá fram sjónarmið hagaðila að borðinu, en í hópnum sitja kjörnir fulltrúar, fulltrúi leikskólastjóra, leikskólakennara, foreldra leikskólabarna, sem og leikskólaráðgjafi og deildastjóri frístundasviðs. Vinnuhópurinn stóð fyrir fjölmennumálþingi leikskólamál 30. mars 2022 eins og hefur komið fram hér, þar sem margar hugmyndir og sjónarmið komið fram. Þar var mikill áhugi fyrir tillögu formanns félags leikskólakennara að samræma frídaga í leik- og grunnskólum að hluta til með því að nýta vinnustyttingu starfsfólks leikskóla á þeim dögum sem grunnskólinn í haust- og vetrarfríi, jólafríi, fríi dymbilviku fyrir páska og sumarfríi. Og þannig mætti einnig leysa þær áskoranir sem fylgja vinnustyttingunni, en það hefur verið sett skýrt fram að ekki raunhæft að stytta vinnuviku starfsfólks leikskóla nema að ráðist sé í eitthvað eftirfarandi 3 leiðum, eða þeim blanda saman. Og það að fjölga stöðugildum, að skerða þjónustu til dæmis með lokun eða að stytta dvalartíma barna. Þessi tillaga sem borin upp hér í dag því ekki gripin úr lausu lofti og í takt við það sem áður hefur komið fram. Ég fagna því þessum breytingum en vil jafnframt taka fram að mikilvægt sé að starfsfólk og foreldrar séu vel upplýst þessar breytingar og að skráningar séu gerðar notendavænar og einfaldar. Styðja þar sérstaklega við viðkvæma hópa og þá sem eru með íslensku sem annað mál og gefa fólki svigrúm til þess að aðlagast þessu breytta kerfi. Einnig þarf að endurmeta þetta tilraunaverkefni á skólaárinu loknu og fá fram töluleg gögn og upplifun fólks á breytingunni, eins og aðrir hafa nefnt hér. Hafa ber þó í huga að þessar breytingar einar og sér munu ekki leysa þann vanda sem leikskólastigið á við að etja. Því rót vandans að fjölga þarf leikskólakennurum. Samkvæmt lögum eiga 2/3 hlutar starfsfólk sem sinnir menntun og uppeldi leikskólabarna að vera leikskólakennarar. En samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru einungis 28% leikskólastarfsmanna menntaðir leikskólakennarar árið 2018. Fjölgun leikskólarýma gerir það að verkum að sífellt lægra hlutfall þeirra sem starfa í leikskólum hefur menntun á því sviði. Það því enn verk að vinna og mikilvægt að styðja við nema í kennaranámi samhliða því að reyna að halda í þá kennara sem nú þegar eru starfandi við bættu starfsumhverfi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Díana Lind. Þá Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, beðið um orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vil taka þess undir orð bæjarfulltrúa Örnu með nánari greiningu á kostnaðarhlið sveitarfélagsins. Það vissulega farið ansi ítarlega yfir hvernig þetta snýr að notendunum og við sem ekki erum að horfa yfir raunverulega kostnaðarhliðina dagstæðilega og ég veit að þetta hefur verið greint vissulega inn í ráðhúsi. En það sem lagt fyrir okkur raunverulega bara hálf mynd.
Þannig að ég myndi vilja sjá hvort að það sé einhver tekju samdráttur hjá leikskólakennurum, hefur það í för með sér að þeir rýrna í launum, og ef ekki þá í rauninni fá einhverja greiningu á því hvernig bærinn fer út úr þessu í heildina, en ég myndi vilja sjá raunverulega þá hvernig þetta kemur við rekstur leikskólans, í launalið leikskólakennara og svona fá betri yfirsýn yfir heildarmyndina. Takk fyrir. Takk fyrir Arnar Freyr. Þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, orðið. Við erum að ræða hér annað mál á dagskrá fundarins sem eru minnisblað stöðu leikskólamála eins og stendur hér í. Ég getum tekið undir með bæjarfulltrúi Arna, það svona kannski ekki alveg eins lýsandi eins og rétt var sagt hér, en Fjóla Steindóra, Kjórsvöld. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætlaði bara að koma rétt örstuð hérna upp til þess að kannski að bæta við hérna varðandi þessar breytingar og af hverju þær eru tilkomnar að við erum að fara í þetta verkefni eru líka að hluta til auðvitað hérna vinnutímastyttingi til þess að mæta hérna því að geta hérna náð betur utan það vegna þess að það hefur verið gríðarlega erfitt sem dæmi hérna í Dimbluvikunni núna síðast. Þá var heilmikill fjöldi af starfsfólki sem hafði hugaði að nýta sér vinnutímastyttingu en vegna þess að það var fyrir séð að það væri full mæting í leikskóla þá var ekki hægt að veita leyfi eða sérst veita starfsfólki hérna leyfi en svo var raunin svo að mæting í leikskóla var afar dræm og hérna vantaði þar alveg tugi barn og þar leiðandi erfitt að sjá og hérna fyrir vegna þess að okkur ber að vera með ákveðin fjölda starfsmann í húsi per hérna bargildi. Þannig að þetta hérna líka verkefni til þess að ná utan á það að hérna gera vinnuumhverfið betra fyrir starfsfólk. Þannig að það nái að nýta sér hérna sinn lögbundna vinnutímastyttingu og við hérna leikskólastjórar eigi auðveldara með að hérna stýra því. Og ég hef fulla trú að þetta eftir að hérna skila sér í hérna minni lokunum og hérna það þurfi ekki að grípa til einhverja aðgerða eins og hefur þurft að gera, hefur komið hér fram áður. Þannig að varðandi hérna launalækkun, við leggjum ekki með það og sjá það ekki í okkar greiningum heldur þetta fyrst og fremst til þess að ná utan það að mæta vinnutímastyttingunni. Já, takk fyrir þetta. Fjóla. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Forseti, já, þetta er mjög góð umræða þetta mikilvæga mál og þetta er spennandi tilraunaverkefni. En það er einmitt þetta sem verður svo mikilvægt núna á þessu ári þar sem þetta tilraunaverkefni verður í gangi, það er að við höldum ofboðslega vel utanum svona þá skafanga sem að hérna og svona þann allt sem að við verðum vör við sem sagt hvað skal segja að sé svona ekki til að þjóna sem sagt kerfinu bæði fyrir börnin, foreldrana og starfsfólkið og að við svona verðum reynslunni ríkari og höfum fullt af upplýsingum eftir hennan tíma því að það er auðvitað ofboðslega margt að huga að einmitt með að eins og bæjarfulltrúi Díana Lind kom inn á áðan að það verður að vera ákveðin einfaldleiki í kringum þetta og það verður líka að vera rosalega mikill agi í kringum svona fyrirkomulag af því að við Íslendingar erum ekkert alltaf ofsalega öguð sko að við erum ekki eins og hérna frændur okkar í Skandinavíu sem að eru núna löngu búin að ákveða hvenar og hvert er að fara sumarfríið 2025 sko og hérna þannig að við þurfum að temja okkur mjög mikinn aga og síðan líka náttúrulega verðum við að mæta skilningi að því að þetta er nýtt og þetta er svona kerfi sem að þarf svolítið að við þurfum svolítið að venjast öllu og allt það og hérna og sumum kannski kann að þykja þetta mjög mikil afturför við verðum líka að þetta er ekki jákvætt skref fyrir alla við verðum að vera undirbúin undir það
og svo eins og var komið hérna inn á áðan að við erum kannski heppin að það eru bara 2 dagar milli jól og nýjárs næst en við getum, sum árin eru 4 dagar og það munar dálítið miklu að þegar að þú ert bara á almennum vinnumarkaði með 2 lítil börn og það koma 4 vinnudagar á milli jól og nýjárs, það er ekkert auðleyst mál. Þannig að við séum bara mjög lipur í að taka á móti öllum ábendingum og séum tilbúin að skoða jákvæðar og neikvæðar hliðar sem að munu væntanlega koma út úr þessu. Takk. Takk fyrir það, Erna. Við erum búin að fara hér vítt og breytt yfir mál nr. 2 á dagskrárfundarins sem að hér heitir í fyrirsögn minnisblað stöðu leikskólamála í Árborg, nóvember 2023. En það var ekki fleiri kveðið sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða þessa tillögu sem að koma úr fræðslu og frístundanefnd. Þeir sem henni samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Rósa, situr þú hjá? Jæja, þá er komið í 3. mál. Það er sértækur húsnæðisstuðningur, hækkun tekjumarka og aðrar leiðir. Tillaga frá 9. fundi velferðarnefndar frá 18. apríl liður 1. Sérstakur húsnæðisstuðningur, hækkun tekjumarka og aðrar leiðir. Lagt er til samþykktar hækkun og tekju- og eignamörkum þeirra sem sækjum sérstakan húsnæðisstuðning hjá sveitarfélaginu Árborg. Gildandi eru reglur Árborgar reglur sérstakann, þetta er aðeins tiltekningi það, allt í góðu. Velferðarnefnd samþykkti þetta samhljóða og lagði til í bæjarstjórn að samþykkja tillöguna með gildistöku frá og með 1. maí 2024. Og hér er fylgjandi minnisblaði að fylgiskjal með þessu og ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúar tillögur, já, rétt til að fylgja þetta til nánari upplýsingar. Við erum að ræða sérstakan húsnæðisstuðning sem er fjárstuðningur til greiðslu á húsalegu umfram húsnæðisbóta sem veittur á grundvelli laga um húsnæðisbætur og sveitarfélagið gerir það og veitir til fjölskyldna einstaklinga sem ekki eru á annan hátt færir að sjá sig fyrir húsnæði sökum lágra launa eða þungra framfærslubyrði eða aðrar félagslegra aðstæðna. Sveitarfélagið hefur samkvæmt reglum verið með sérstaklega húsnæðinu ákveðin tekjumörk og skilgreina líka eignamörk en á hverju ári uppfærir félags- og vinnumarkaðsráðuneytið tekju- og eignaviðmið fyrir sveitarfélög landsins og þar eru þau hvött til þess að fylgja þeim í rauninni viðmiðum. Sveitarfélagið er hérna að fylgja þeim viðmiðum þetta árið og tillagan er að hækkunin sé 8,2% á bæði tekju- og eignamörk og velferðarnefnd samþykkti þá, lagði til við bæjarstjórn að samþykkja það og í gögnum með er sem ég ætlum ekki að fara nánar út í er tafla sem sýnir hvernig hækkunin hefur í takti við fjölda heimilismanna. Svona til upplýsingar þá náttúrulega lagði nefndin líka til og það er bara hlutur sem við skoðum við næstu fjárhagsáætlanagerð að því að sveitarfélagið hefur í raun ekki fyllt algjörlega í gegnum tíðina þessum tekjumörkum þannig að ef við hefum fyllt þeim nákvæmlega þá væru þau hærri en þau eru semst að leggja til að verði horft til enn frekara hækkunar en það er náttúrulega eitthvað sem við skoðum bara við fjárhagsáætlanagerð næsta árs. En hér fyrir þennan fund er lagt til í rauninni hækkun upp á 8,2% bæði fyrir eigna og tekjumörk. Það er komið skýrt fram. Takk. Takk fyrir það, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Forseti, ég ætla aftur að nöldra eins yfir heitinu á dagskrárliðnum. Þetta verður sá fundur þar sem ég ætla að vera hérna með nöldurhornið í hvert skipti. Þarna hefði ég viljað sjá sem sagt að þetta héti tillaga að hækkun tekju- og eignamarka vegna sérstaks húsnæðisstuðnings. Þetta er tillaga. Og svo er þarna svona ýmislegt fleira skrítið í titlinum eins og kom fram þegar Kjartan las þetta upp.
það er þetta er eitthvað skrítið. En ég tek algjörlega undir það sem að kemur fram í minnisblaðinu frá deildarstjóra, að það er ekki gott að þegar að við þurfum þegar líður svona langt á milli þess sem að við lögum eða hækkum tekju og eigna viðmiðin þegar kemur að þessum sérstaka húsnæðisstuðningi. Við þurfum í rauninni bara alltaf að horfa til þess, velferðarráðuneytið náttúrulega kemur með nei, það heitir ekki velferðarráðuneytið, það heitir náttúrulega félags- og vinnumarkaðsráðuneytið núna. En við þurfum í rauninni alltaf eiginlega gangi í takt við þær tillögur. Þær eru reiknaðar upp árlega og það er bara vont að vera einhvern veginn sitjórði eftir. Nú þegar húsaleiga hefur hækkað gríðarlega og það er fækkað félagslegum íbúðum, það er fjölgað á biðlista hjá okkur og það er orðið stór hópur sem að stendur öllum fæti og er að leigja á almennum markaði og bara dæmi gengur ekki upp. Þannig að, og það er líka bara vont síðan að svo þurfum við að taka svona miklar hækkanir inn á milli í staðan fyrir að þetta sé bara gert alltaf jafnt og þétt, þá verða hækkanirnar ekki svona skarpar. Þannig að þetta er eitthvað sem að ég styð eindregið og hveti þess að við gerum þetta jafnt og þétt. En þarna hefði ég samt líka vilja sjá einhverja útreikninga. Sem sagt, hvað þetta myndi þýða. Auðvitað fáum við aldrei einhverjar nákvæmar tölur, en þetta eru einhverjar viðbótar fjárhæðir sem að það verður einhver hækkun á þessum lið við þetta. En ég bara fagna þessu og hveti þess að við pössum upp á að hækka þetta jafnt og þétt. Takk. Takk fyrir það, Arna. Rétt til þess að segja það í tengslu við orðalag og mögulega einhvers konar orðabreng sem getur orðið hér í texta, þá var það nú samkvæmt samtali forseta við Sigríði Vilhjálmsdóttur, lögfræðing bæjarins, að ég tók það að mér að fara vel yfir textanum við útsend fundaboð og ég viðurkenni það, ég hnaut ekki þetta, ég hef verið að lesa þetta sennilega hratt yfir þegar ég fór yfir þetta og ég tek þetta bara alveg á mig, en þetta þarf að vera rétt fram sett og við getum auðvitað breytt þessu rafrænt, þannig að þetta sé rétt sett upp. En varðandi hins vegar titiltextan í hverju máli sem er fjallað, það kemur alltaf auðvitað beint úr nefndunum og frá sviðsstjórum og öðrum, þannig að ég er svona ekki kannski að fetta fingur út í það, þannig frekar ef það er eitthvað sem að tengist svona einhverju orðabrengli sem getur orðið og afslátt af villum. Gott og vel, eru fleiri sem vilja tjá sig, Sigrún Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur, já. Ég er kannski svona á söpum nótum á Arna núna. Það er annars vegar finnst mér vanta mitt útreikning á svona kostar. Mér finnst líka vanta verið frá hvaða tíma verið að leggja til að þessi hækkun taki gildi, að þessi breyting. Það er 1. maí kemur það fram. Okay, ég hef ekki tekið því 1. maí og þá lítur einmitt enn fremur að þurfa að liggja fyrir útreikningur. Því að það hefur væntanlega einhver breyting þá á fjárhagsáætluninni sem að fylgir í kjölfarið og eftir því sem ég skilst þá er næsti bæjarstjórnarfundur 8. maí það ekki. Þannig að það er svona kannski þetta tvennt. Svo finnst mér líka að þetta er svona sem komið upp áður og í gegnum árið held ég. Að leggur velferðarnefnd Árborgar, í lok minnisblaðsins leggur velferðarnefnd Árborgar til að lagt er fyrir velferðarnefnd Árborgar að samþykkja 8,2% hækkun núgildandi eigna á tekjumörkum og horft verið til enn frekari hækkunar við næstu fjárhagsáætlun gerð til að samræmast betur viðmiðunarreglum.
sko nefndin sem slík, hún getur ekki samþykkt þetta, þannig að hún er raun og veru að leggja þetta til við bæjarstjórn, ekki við nefndina. Og þetta, ég veit, þetta er svona þetta er orðalag hvað maður að segja, hálfgerðsmámuna sem þetta samt skiptir máli, af því að þetta er bara stjórnsýslulega ekki rétt. Nefndir geta aldrei samþykkt nein fjárútlát. Það er bara bæjarstjórnin sem gerir það, eða bæjarráð eftir atvikum. Og að endingu bara, það verður bara að því ég er nú ekki alveg klár á þessum punkti og það væri kannski bara gott að fá það útskýrt fyrir þá væntanlega fleirum, að þegar talað um það að sveitarfélagi greiði 600 krónur á móti hverjum 1000 í þennan sértæka húsnæðisstyrk, er þá átt við að það sé gert eftir að búið er að draga frá húsnæðisbæturnar sem að koma fyrst, eða hvað liggur á bakvið þetta? Er þetta 1000 krónur, nei 60 krónur á móti hverja 1000 krónur sem er greitt bara í húsaleguna í heild sinni, eða þetta verður gott að fá þetta útskýrt og þannig að allir séu með það á hreinu. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Eru fleiri sem að biðja orðið, og það var Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur, það kemur fram sem er mjög gott, að því ég var nú ekki að fara yfir töflurnar en það er í neðstu töflunni í minnisblaðinu gerð grein fyrir kostnaðinum, áætluðum kostnaði í rauninni og mismun fyrir hvern mánuð, þannig og líka að þetta er að taka gildi í rauninni frá 1. maí, þannig að ef við reiknum okkur 8 mánuði, það er eitthvað smá hugareikningur sem þarf að fara í, þá er þetta rétt tæplega 2 milljónir sem kostnaður eru í för með sér. Þannig að það er þarna inni sem er mjög gott, en auðvitað hefur hægt að bæta við auka línu til að sýna heildarkostnaðinn fyrir þetta ár, en síðan voru náttúrulega verið að vísa inn til fjárhagsáætlunar. Varðandi hina spurninguna þá, eftir ráðstu þá viljum við bara, því við höfum það ekki að bara reiðum höndur núna og það krefjast svona kannski nánari útskýringar, þá viljum við bara biðja, þannig að það fari bara inn í stjórnsýsluna að það eru upplýsingar sem ég tekna saman, þannig að þetta útskýri það og kemur það bara með minnisblað fyrir bæjarráð eða bæjarstjórn. Takk fyrir. Takk fyrir, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, að þá göngum við til atkvæða þessa tillögur velferðarnefnd. Þeir sem eru henni samþykk vinsælt gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 4. mál á dagskránni, breytingar á greiðsluþátttöku foreldra. Þetta er tillaga frá 9. fundi velferðarnefndar frá 18. apríl liður 4. Breytingar á greiðsluþátttöku foreldra. Tillögur að breytingu á greiðsluþátttöku foreldra barna 18 mánaða og eldri. Þetta er tilraunaverkefni frá ágúst 2024 til ágúst 2025. Velferðarnefnd samþykkti samhljóða tillögu frá sviðsstjóra fjölskyldusviðs og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja tillöguna. Velferðarnefnd felur síðan sviðsstjóra að útfæra tillöguna nánar í samráði við félag dagforeldra. Hér er heilmikið fylgiskjal með þessu sem ég hef nú ekki ákveðið að lesa upp hér, en opna fyrir mælendaskrá og það er Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Biðjum orðið. Forseti, við erum sérst að ræða hérna lið 4 í dagskránni og og það er fyrst náttúrulega endurmat á og nöldur yfir uppsetningunni á dagskránni. Þarna hefði ég líka viljað sjá að þetta væri tillaga breytingar á greiðsluþátttöku foreldra barna 18 mánaða eldri sem að nota þjónustu dagforeldra. Það kemur hvergi fram í tillögunni eða sem sagt í hvað þetta er.
Þú last þarna mjög mikið, það er tilraunaverkefni og breytingar og greiðsluþátttöku foreldra, þetta hefði getað verið hvað sem er. Það er eina sem kemur hérna í samráði við félag dagforeldra. Það er aldrei sagt í dagskrárliðnum eða í umfjöllunni fyrir neðan hvað er verið að ræða. Við erum að laga þetta. En síðan er þetta fylgir með minnisblað hvað er verið að fjalla og þetta snýst náttúrulega og þarna finnst mér líka sko að því ég er alltaf svo eins og ég hef oft rætt inn í bæjarstjórninni að ég hef alltaf verið mótfallin því að við greiðum stuðning til foreldra vegna þess að þau eru að nota þjónustu dagforeldra beint til dagforeldra. Ég er bara í prinsippinu andsnúin þessari hugmyndafræði af því að fólk missir missir þennan skilning á hvaðan peningandi koma. Já, og það er líka einmitt þessa niðurgreiðsla til dagforeldra. Þetta er náttúrulega í rauninni niðurgreiðsla á þjónustu sem foreldrar er að nota. En þetta er skiljanleg tillaga af því að við erum auðvitað með í okkar reglum að við ætlum að miða því að börn komist inn í leikskóla við 18 mánaða aldur og það er því miður núna þannig að það er ekki öll börn komin inn í leikskóla við 18 mánaða aldur og þetta er tilraun til þess að mæta þeim sem ekki koma börnunum að. En þarna hefði líka verið gott að hafa með hvað við teljum þetta kosta. Af því að þetta er viðbótarkostnaður fyrir sveitarfélagið og hvað mörg börn að ræða. Vitum við það og það hefði verið gott að hafa einhverja svona sirka tölu varðandi það. Hvaða mörg börn sem við höldum að séu ekki að komast inn 18 mánaða og myndu þá fá viðbótar niðurgreiðslur af því að þetta er í rauninni tillaga viðbótar niðurgreiðslur fyrir börn sem eru 18 mánaða og eldri og eru hjá dagforeldrum. Þannig að ég vildi, það er bara svona þetta sem ég vildi árétta þetta mál en já, og við þurftum náttúrulega við erum auðvitað, það er svo sem ekki til umfyllunar hér, við erum að skoða næstu skref í uppbyggingu og síðan þurfum við að grípa til einhvers millibils, þurfum við að taka fleiri stofur í notkun annars staðar. Takk. Takk fyrir Arna, þá er Axel Sigurðsson varafulltrúi á lista, biðjum orðið. Forseti fulltrúar þeir sem heima setjið. Við því áfram Árborg fögnum þessari tillögu þar sem lagt til að niðurgreiðsla til foreldra barna 18 mánaða eldri verði hækkuð með að foreldrar greiði þar af leiðandi aldrei hærra gjald en sem nemur fullu leikskólaplássi að sveitarfélaginu Árborg, ekki plasti hérna. Þannig að þegar ég sjálfur sem foreldri þá myndi ég fagna þessu þar sem þetta er oft íþyngjandi fyrir foreldra og við þar af leiðandi fögnum þessari tillögu. Þakkaði fyrir Axel, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, biðjum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, já, við erum hér með minnisblað breytingar og niðurgreiðslu til dagforeldra sem auðvitað hárrétt eins og bæjarfulltrúi Arna Ýr sagði, þetta auðvitað niðurgreiðsla til foreldra sem eru með börn hjá dagforeldri og eru þá með 18 mánaða eldri börn og sannarlega eru með á bið eftir leikskóla plássi. Það í rauninni þannig sem við horfum á þetta að við erum að mæta því og að mæta þeirri áskorun sem við stöndum frammi fyrir núna að ná að koma börnum 18 ára og eldri inn í leikskóla og er þetta svona fyrst og fremst gert til þess að reyna að mæta og jafna það fjárhagslega
niðurgreiða fyrir þá einstaklingar sem eru þar ennþá. En það eru auðvitað okkar markmið og eins og var komið hérna fram á áðan að börn 18 mánaða eldri komist, vonandi 18 mánaða eldri komist inn á leikskóla og við verðum og erum auðvitað með hóp sem er að skoða það og auðvitað hefur fólksfjölgun verið gríðarlega hröð og við erum að reyna að ná utan þetta sem best við getum. Það er svolítið erfitt að horfa á hversu mörg börn þetta eru af því að þess vegna er þetta auðvitað tilraunaverkefni að kannski áttum okkur ekki alveg á því hvað margir muni nýta sér þetta og hvernig þetta muni þróast. Þetta er ákveðin upphæð sem er sett og eyrnamerkt þarna í milli þannig að viðkomandi foreldri sé að greiða þessa ákveðinu upphæð. Foreldri greiði 48.135 sem er þá eins og meðast við að vera með full leikskólapláss eða barn í fullri vistunni leikskóla og en verður auðvitað að vera með virka umsókn inn í leikskóla. Það er það sem við leggjum upp með. Við erum ekki að hugsa þetta til þess að framleggja tíma barna hjá dagmömmum og heldur erum að hugsa þetta til þess að mæta ákveðni stöðu sem er uppi og reyna að koma til móts við þá foreldra sem þurfa að nýta sér dagforeldra lengur. Þannig að það komið fram. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, við biðjum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir áhorfendur. Árið 2023 þá voru reglur dagforeldra endurskoðaðar og það voru aðstöðustyrkur samþykktur sem er mjög jákvætt. En nú er verið að gera enn betur við dagforeldrakerfið og þar með að hækka niðurgreiðslur til foreldra sem eiga 18 mánaða gömul börn og eldri. Þannig að þau greiði sama gjald og í leikskóla. Við getum svo sem aldrei séð nákvæmlega, börnin þetta er breytilegt milli mánaða, hversu mörg börn þetta eru og bætast við eldri börn því að niðurgreiðslurnar hefjast frá 12 mánaða aldri. Þannig að ég tel þetta mjög jákvætt að niðurgreiðslurnar hækki frá og með 18 mánaða aldri þangað til barnið fær leikskólapláss. Takk fyrir þetta, Þórhildur Dröfn. Við erum að ræða 4. mál og dagskrá fundarins sem er greiðsluþátttöku foreldra og Díana Lind Sigurjónsdóttir varabæjarfulltrúi í B-lista, við biðjum orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Mér langaði til að koma hérna upp og fagna þessari tillögu. En jafnframt taka fram að inn í minnisblaðinu kemur fram sá texti að niðurgreiðslan verður hækkuð og að foreldrar muni þá aldrei greiða hærra gjald en sem nemur fullu leikskólaplássi en að ákveðnu hámarki sem eru 110.000 krónur, bara þannig að foreldrar og allir séu upplýstir það er þak þarna á. Svo er ég með eina vangaveltu þar sem að það er skilyrði að barnið sé að bíða eftir leikskólaplássi. Mega foreldrar hafna leikskólaplássi og halda þessum styrk ef þeir fá ekki inn í þann leikskóla sem þeir óska eftir eða verða þeir að taka því plássi sem býðst. Bara þannig að það komi skýrt fram. Takk. Já, takk fyrir þetta, Díana Lind, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista. Var það þessu? Já, það bara til að svara þessu, þá er verða þeir að, þá fellur styrkurinn niður ef að þú þiggur ekki það leikskólapláss sem þér býðst. Þannig að það sé alveg skýrt. Við erum að, fyrst og fremst, barnið verður að vera með virka umsókn og ef því býðst pláss sem það er ekki þiggur þá er það, þá fellur hann að gildi. Takk fyrir þetta, Fjóla, eru fleiri
vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þetta 4. mál á dagskrá breytingar á greiðslu þátttöku foreldra með öllu framansögðu sem hér hefur komið fram. Þau sem er því samþykk sem gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 5. máli á dagskrá fundarins. Það er breyting á aðalskipulagi Árborgar 2020 til 36. Breyting á legu Selfosslínu 1. Þetta er tillaga frá 27. fundi skipulagsnefndar liður 6. Breyting á aðalskipulagi Árborgar 20 til 36. Breyting á legu Selfosslínu 1. Ráðgjafa fyrirtæki Efla í samráði við Landsnet og sveitarfélögin Flóahrepp og Árborg leggur fram tillögu að breyttu aðalskipulagi Árborgar 2020 til 36 vegna breyttra legu Selfosslínu 1 sem auglýst verður samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Lýsing vegna breytingar á aðalskipulagi Árborgar 20 til 36 hefur verið kynnt almenningi frá 8. febrúar 2024 til og með 29. febrúar sama árs. Samhliða var lýsing kynnt vegna sambærilegra breytingar á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017 til 29. Tillagan hefur verið kynnt í 3. apríl 2024 í báðum sveitarfélögum. Í breytingunni felst breyttlega raflínu innan aðalskipulags Árborgar og Flóahrepps. Landsnet ráðgerir að Selfosslína 1 66 kW verði tekin niður og kaflanum frá núverandi tengjuvirki á Selfossi að mastri nr. 99 sem er norðan við Hellisskóg, norðan Ölfusár. Í staðinn verði lagður 132 kW jarðstrengur. Nýr jarðstrengur mun í megindráttum fylgja nýrri legu Suðurlandsvegar norðaustan við Selfoss og fara nýja brú yfir Ölfusá og fylgir þaðan Ölfusá til norðurs. Áætluð lengd jarðstrengs frá tengivirki á Selfossi að nýrri legu Suðurlandsvegar frá Selfossi að mastri nr. 99 er 3,1 km. Núverandi háspennulína og fyrirhugaður jarðstrengur liggi sveitarfélagi Árborg og Flóahrepp. Breytingin er til þéttbýlis á Selfossi og dreifbýlis beggja vegna Ölfusár, norðan og austan við Selfoss. Breytingin er einnig til dreifbýlis í Flóahreppi. Í breyttri tillögu aðalskipulags 2020-36 eftir kynningu er gert ráð fyrir að strengurinn muni fara í jörðu norðan við Austurveg, var áður við Lassenstræti frá Spennivirkjahúsi Landsnets og til norðurs, austan við hreppamörk Flóahrepps. Til skoðunar er í samráði við Vegagerðina að strenglega verði þar færð nær nýjum Suðurlandsvegi, það er meðfram hringtorgi, því er beinir umferð niður á núverandi hringtorg austast á Austurvegi, Flóatorg. Framkvæmdin er tilkynningarskyld til Skipulagsstofnunar sem ákvarðar matsskyldu samanber tillögu 1302 í viðauka 1 í lögum mat á umhverfisáhrifum framkvæmda á áætlana nr. 111/2021. Samhliða aðalskipulagsbreytingu verður unnin matstilkynning og send til Skipulagsstofnunar. Skipulagsnefnd Árborgar samþykkti tillögu að breyting á gildandi aðalskipulagi Árborgar 2020 til 36 dagsett 7.4.2024. Í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist því til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja tillögun í samræmi ofangreindar greinar skipulagslaga og feli skipulagsfulltrúa í framhaldinu að leita til heimildar Skipulagsstofnunar til að auglýsa hana í samræmi við 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga. Skipulagsfulltrúa verði síðan falið að leita umsagna frá eftirtöldum stofnunum, Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, Minjastofnun Íslands, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Vegagerðinni, Veðurstofu Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Skógræktarfélagi Selfoss, auk lands og skóga. Og hér eru fylgiskjöl með þessu máli og þessum yfirgripsmikla texta úr 5. máli á dagskrá fundarins, breyting og aðalskipulagi Árborgar. Ég opna fyrir mældagskrá, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista. Bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þetta er ítarlegur inngangur, þannig að við skulum hafa þetta mjög stutt. Bara þetta er náttúrulega verkefni sem búið að vera mjög náið með sveitarfélaginu Flóahrepp og Landsnet. Bara svona rétt til glöggvunar, það er búið að skoða nokkra legur eins og kemur fram þarna. Það var verið að skoða meðfram Lassenstrætinu en niðurstaðan er að fara norðan við Austurveginn, þá í rauninni meðfram frá í rauninni Selfossveitum með þessi mannvirki á umhverfissviði er, meðfram það sem running og tengi eru, svona til glöggvunar fyrir fólk og að hringtorginu og síðan eins og framkom í textanum er til skoðunar sem kemur þá inn í Flóahrepp
að leggja hann í rauninni meðfram þá nýjum vegi sem kemur, sem er þá svona til hæðarauka til nýtingar á landinu sem verður eftir að nýji vegurinn kemur. Það er til skoðunar og kemur þá inn þar, þannig að þarna, sem er bara mjög gott og er heldur til bóta til þarna framtíðar. Þannig að já, þetta er svona bara til hæðarauka, við leggjum til að þetta sé samþykkt og er eins og kemur í næsta lið eftir að það er verið að vinna, eða var unnin matskylda sem við tökum síðan fyrir eftir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Legu Selfosslínu 1. Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða þeir sem eru því samþykk vinsælast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá er að 7. mál á dagskrá fundarins, það er Eyrarvegur 40 deiliskipulag tillaga frá 27. fundi skipulagsnefndar frá 10. apríl liður 7. Eyrarvegur 40 deiliskipulag. Afgreiðslu málsins var frestað á fundi bæjarstjórnar Árborgar 3. apríl síðastliðinn. Í inngangi máls var prentvilla sem sneri að hæð húsa og hefur verið leiðrétt. Auk þess sem skýrar er kveðið að orði varðandi dvalarsvæði á þakgarði. Larsen Hönnun fyrir hönd lóðarhafa leggur fram tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúðir á lóðin Eyrarvegur 40. Lóðin sem er 2605 fermetrar að stærð er skilgreind í aðalskipulagi Árborgar 2020-36 sem miðsvæði M6. Gert er ráð fyrir fjölbýlishúsi á lóð með nýtingarhlutfalli alltaf 1,7. Tillagan gerir ráð fyrir byggingu alltaf 30-35 íbúða. Fjöldi hæða verður frá 3 og upp í 5 og hámarkshæð hús alltaf 15 metrar. Nýtingarhlutfall alltaf 1,7 og bílastæði alltaf 40. Auk þessi möguleiki á byggingu kjallara. Skipulagsnefnd samþykkti tillögu að deiliskipulagi í samræmi með 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli síðan skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Að teknu tilliti til nýrar samþykktar sveitarfélagsins Árborgar samningsákvæði vegna aukins byggingaréttargjalds eða byggingamagns og nýtingarhlutfalls. Axel Sigurðsson vék af fundi skipulagsnefndar við afgreiðslu málsins. Og hér er fylgiskjal heilmikið sem fylgir og ég opna fyrir mælendaskrá. Já, það er Axel sem að víkur af fundi vegna þessa. Axel Sigurðsson varabæjarfulltrúi á lista víkur af fundi. Opna fyrir mælendaskrá þetta 7. lið á dagskrárfundarins. Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi í D-lista. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur. Já, er ræða lóð meðfram Eyraveginu við hliðin á þar sem vestanir Vúrð er í dag og þarna gamla húsasmiðhúsið sem það ekki eftir að taka sér breytta mynd í dag. Er ræða hús sem er stallað frá 3 hæðum upp í 5 hæðir samkvæmt tillögunni og eitt af því sem kom inn sem sagt frá síðasta fundi sem var vantaðinn í gögnin var í rauninni að ef húsið væri með flatt þak þá væri gert ráð fyrir dvalarsvæði á einhverju hæðinni sem gæti nýst íbúa til þess að auka möguleika því að lóðin er svona erfið í laginu til að vinna með það, þá er verið að huga því að þarna lífsgæði íbúa sem myndu búa þarna síður sem best og þetta sé möguleiki þá til að bóta svona það sem bættist við. Að öðru leyti laðist nefndi bara velið að hún verði þarna samþykkt til auglýsingar. Takk fyrir. Takk fyrir það Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða. Með öllu framansögðu sem hér hefur verið Eyrarvegur 40 deiliskipulag þessum eru því samþykkt vinsælast gefið merki. Það er samþykkt með 10 greiddum atkvæðum og Axel Sigurðsson varabæjarfulltrúi á lista vék af fundi og meðan að málið var hér rætt og afgreitt og hann er komið hér aftur til fundarins þegar við förum í 7. mál á dagskránni sem er skipulagsgátt Selfosslína 1 enn og aftur nr. 324/2024 tilkynning á framkvæmd. Umsagna beiðni mál nr. 0324/2024 Selfosslína 1 breyting tilkynningum framkvæmd. Fyrir liggur umsagnar beiðni úr skipulagsgátt frá Skipulagsstofnun mál nr. 0324/2024 Selfosslína 1 breyting á aðalskipulagi Árborgar 2020-24.
tilkynning til ákvörðunar matsskyldu. Borist hefur beiðni frá Skipulagsstofnun þar sem óskað er umsagna vegna tilkynninga Landsnets ákvörðun matsskyldu á grundvelli 20. grein laga umhverfismat framkvæmda og áætlana númer 111/2021 vegna áforma Landsnet að koma Selfosslínu 1 í jörðu innan sveitarfélagsins Árborgar. Óskað er eftir að í umsókn komi fram eftir því sem við á hvort sveitarfélag Árborg telji nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum, mótvægisaðgerðum og eða vöktun eftir því sem við á. Jafnframt hvort og þá hvaða atriði umsagnaraðili telur þurfa að skýra frekar og hvort þau kalli að hans mati á að framkvæmdir fari í umhverfismat að teknu tilliti til viðmiða í öðrum viðauka laga umhverfismat framkvæmda og áætlana. Jafnframt skal í umsögn gera grein fyrir leyfum sem framkvæmdir er háð og er á starfsviði umsagnaraðila. Hér eru 2 fylgiskjöl með því máli en ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Já, þetta er framhaldamáli sem við vorum að samþykkja með aðalskipulagsbreytingar. Eins og ég tek aftur fram þá hefur gott samstarf verið milli sveitarfélagana og Landsnets við vinnu að þessu og meðal annars eins og kemur fram í gögnunum kannski mótvægisaðgerðirnar aðalega bara í hönnunarferlinu þannig að strenglíðan sé höfð í vegkanti þannig að þegar röskusvæði það verið að nota þegar röskusvæði eins mikið hægt er þannig að hún valdi í rauninni sem minnstu viðbóta raski og svo þetta má segja kannski stóra myndin í þessu það er verið að taka streng sem er mjög sjáanlegur í dag þegar við horfum þetta fyrir aftan mjólkurbúð á því svæði og verið að setja hann í jörð sem er náttúrulega mjög jákvætt í þeirri mynd. Þannig að það hefur farið fram og þetta er tekið beint hérna inn í bæjarstöð til þess að málið komist áfram því það er, ef allt gengur eftir, er fyrirhugað að framkvæmdir hefjist núna síðla sumars, ef allt hefur sem rétta gang. Þannig að þetta hefur fengið rýni á skipulagssviðinu og ég vil leggja fram það bara eftirfarandi tillögu að bókun fyrir bæjarstjórn. Bæjarstjórn Árborgar, og lesa hana hér upp, Bæjarstjórn Árborgar telur að Landsnet hafi með greinargerð matskyldu fyrirspurn gert nægilega grein fyrir helstu framkvæmda og rekstrarþáttum fyrirhugaðra framkvæmda, líklegum umhverfisáhrifum og aðgerðum sem stefnt er að þeir draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum. Bæjarstjórn Árborgar telur að þar sem jarðstreng sé að ræða þá muni verða lítil sem engin sjónræn áhrif vegna framkvæmdarinnar til lengri tíma litið. Ávinningurinn sé augljós, þar að segja varanlega jákvæð sjónræn áhrif við að fella niður og rífa Selfosslínu 1 eins og slíst hefur verið og henni komið í jörð. Legg þetta og þetta fer þá inn í bókunni ef hún verður saman. Takk fyrir. Takk fyrir það, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Þetta 7. mál á dagskrá fundarins. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þeir sem eru því samþykkt vinsælast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 8. máli á dagskrá fundarins. Það er kosning í embætti og nefndir 2022 til 2026. Það er breytingar á fulltrúum B-lista í bæjarstjórn, fræðslu- og frístundanefnd og velferðarnefnd, breyting á fulltrúum B-lista í fulltrúaráð héraðsnefndar Árnesinga, breyting á fulltrúum B-lista á aðalfundi samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, heilbrigðiseftirlits Suðurlands og Bergrisens byggðasamlags. Og breytingarnar hljóða svona, eða það er tillögur sem fyrir fundur liggja. Díana Lind Sigurjónsdóttir, nefndarmaður B-lista, óskar eftir því við bæjarstjórn að hún veiti henni lausn frá störfum sem varabæjarfulltrúi úr bæjarstjórn frá og með 1. maí 2024. Lagt er til við bæjarstjórn að gerða verði eftirfarandi breytingar á fulltrúum B-lista í eftirfarandi nefndum og ráðum í stað Díönu Lindar í B-listanum. Matthías Bjarnason verði 1. varamaður í bæjarstjórn. Í fræðslu- og frístundanefnd kæmi Guðrún Rakel Svandísadóttir inn sem aðalmaður. Í velferðarnefnd kæmi Guðrún Rakel Svandísadóttir inn sem varamaður í stað Díönu Lindar Sigurjónsdóttur. Í fulltrúaráð héraðsnefndar Árnesinga kemur Matthías Bjarnason inn sem aðalmaður og Guðrún Rakel Svandísadóttir sem varamaður. Á aðalfund heilbrigðiseftirlits Suðurlands kemur Matthías Bjarnason inn sem aðalmaður og Óskar Örn Hróbjartsson inn sem varamaður. Á aðalfund samtaka sunnlenskra sveitarfélaga kemur Matthías Bjarnason inn sem aðalmaður og Óskar Örn Hróbjartsson inn sem varamaður.
Á aðalfund Bergrísans kemur Matthías Bjarnason inn sem aðalmaður og Óskar Örn Hróbjartsson inn sem varamaður. Ég opna fyrir mælendaskrá, einhverju sem vilja tjá sig undir þessum lið. Díana Lind Sigurjónsdóttir, varabæjarfulltrúi B-lista, hefur beðið um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Langar bara að koma hérna upp og fá að þakka fyrir mig í þessu starfi sem ég hef sinnt síðastliðin 2 ár. Nú er bara komið að tímamótum í mínu lífi þar sem að breytinga er þörf og er ég að fara að flytja erlendis. En ég óska bara ykkur velfarnar í áframhaldandi starfi og félögum mínum í Framsókn sem taka við keflinu. Bara takk fyrir. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, Vilborg kom upp og takk henni kærlega fyrir samstarfið að koma fram í upphafsfundinum, búin að sitja 2 fundi hér og gangi vel á nýjum vettvangi, segjum við það ekki bara, og bara ævintýri framöndan. Þannig að ég segi, vildi bara koma og beða velfarnar og þakka fyrir samstarfið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, hefur beðið um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég vil bara þakka þér fyrir samstarfið í fræðslu og frístundanefnd. Fyrst náttúrulega í fræðslunefnd og svo í fræðslu og frístundanefnd. Það voru mjög ánægilegt að hafa þig og þú hefur lagt þitt á vogarskálina með því. Takk fyrir þetta, Brynhildur, og þá hefur beðið um orðið Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Það fara hér með gamanmál. Já, forseti og bæjarfulltrúar, mér langaði bara einnig að koma einn upp og þakka Díunu fyrir samstarfið og samstarfið bæði á pólitísku vettvangi og bara í eins bara sem samstarfs konu. Og óska henni velfarnar í Danmörku og nýjum ævintýrum og góða veðrinu og segjum bara venli hilsen og hlökkum til að fá snöpp úr blíðinni og meðan við verum hér í snjórköflum og öðru líku. Þannig að bara gangi er allt og ykkur allt í hagi. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá áður en við tökum til atkvæða, þá vill forseti líka sömuleiðis taka undir þessar kveðjur og árnaðar óskir til Díunu Lindar og fjölskyldu á nýjum lendum og vonandi fáum við líka einhvern tíma heim aftur til okkar, en gangi er allt í haginn. Þá ætlum við að greiðum þetta atkvæða forminu til þeir sem eru því samþykkir við sem gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að kosningu í embætti og nefndir 2022 til 2026 og það er hér allnokkur lestur. Þetta eru fulltrúar í kjörstjórnum í forsetakosningunum sem framfara nú 1. júní 2024. Það er sem sagt yfir kjörstjórn aðalmenn Ingimundur Sigurmundsson, Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, Steinunn Erla Kolbeinsdóttir. Varamenn Þórarinn Sólmundarsson, Anna Ingadóttir og Jón Páll Hilmarsson. Kjördeild 1, Íris Böðvarsdóttir. Aðalmenn Íris Böðvarsdóttir, Hólmfríður Einarsdóttir og Ólafur Backman Haraldsson. Varamenn Steinar Hermannsson, Sigrún Helga Einarsdóttir, Herborg Anna Magnúsdóttir. Kjördeild 2, aðalmenn Grétar Páll Gunnarsson, Ingibjörg Jóhannesdóttir, Valdemar Bragason. Varamenn Drífa Björt Ólafsdóttir, Dagbjörg Sævarsdóttir og Heiða Sólveig Haraldsdóttir. Örlítið stafsningavilla í hérna. Kjördeild 3, aðalmenn Margrét Katrín Ellingsdóttir, Hafdís Kristjánsdóttir, Jónína Halldóra Jónsdóttir. Varamenn Garðar Hrafn Skaftason, Helena Sif Sófóníasdóttir, Ingibjörg Elva L. Stefánsdóttir. Kjördeild 4, aðalmenn Guðrún María Jóhannsdóttir, Inger Sjött, Brynja Hjálmtýsdóttir. Varamenn Elísabet Davíðsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Már Rúnarsson. Kjördeild 5, aðalmenn Guðmundur Sigmarsson,
Magnús Gísli Sveinsson, Kristjana Hallgrímsdóttir, varamenn Gunnar Þorkilsson, Herdís Sif Ásmundsdóttir og Helga Berglind Valgeirsdóttir. Kjördeild 6 aðalmenn Ingibjörg Ársælsdóttir, Ólafur Már Ólafsson, Ragnhildur Jónsdóttir og varamenn Elva Dögg Haraldsdóttir, Berglind Sigurðardóttir og Ingi Þór Jónsson. Kjördeild 7 aðalmenn Lýður Pálsson, Rannveig Brynja Sverrisdóttir, Vigdís Jónsdóttir og varamenn Víglundur Guðmundsson, Barði Páll Böðvarsson og Guðmundur Magnússon. Forseti játar á sig eina yfirsjón hér. Það var búið að óska hér eftir stuttu fundarhléi áðan vegna tæknilegra vandræða. Standa þau tæknilegu vandræði ennþá? Já. Þá ætlum ég að klára hér kosningu í embætti og nefndir og gera síðan óska eftir að hér verði gert örstutt fundarhlé og veita það, allt sem var óska eftir því hér, og veita það vegna tæknilegra vandræða hér við að klára eitt mál áðan. En fyrst það þessir í yfirkjörstjórn og kjördeildunum 7 sem ég legg hér upp til samþykktar eða synjunar, þeir sem eru samþykkir þessum fulltrúum sem ég hef hér upptalið, minnst að kemur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá ætlum ég að fá að óska eftir í fundin að gera hér örstutt fundarhlé að beiðni Arnars Freys Ólafssonar, bæjarfulltrúa Bílstað, vegna tæknilegra vandræða og það verður bara örstutt 1 til 2 mínútur.
valdið hér í bæjarstjórn Árborgar á 38. fundi hér á síðasta vetrardag og við tókum hér örstutt fundarhlé vegna ákveðina tæknilega vandræða sem urðu hér áðan þegar við vorum að ræða hér mál númer 2 á fundinum sem er minnisblað um stöðu leikskólamál í Árborg nóvember 2023 og þar var hún Díana Lind Sigurjónsdóttir varabæjarfulltrúi Framsóknar með bókun við sína atkvæðagreiðslu og ég ætla að gefa henni tækifæri á að koma hér og lesa þessa bókun upp og hún verður síðan færð til bókar og vonandi tóknar úr þessum tæknilegu vandræðum sem hér urðu áðan. Díana Lind Sigurjónsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég ætla að koma framfæri bókun undir lið 2 á dagskránni í dag sem hljóðar svo. Fulltrúar Framsóknar styðja tilraunina en vilja jafnframt taka fram að mikilvægt sé að starfsfólk og foreldrar séu vel upplýst þessar breytingar og að skráningar séu gerðar notendavænar og einfaldar. Styðja þar sérstaklega við viðkvæma hópa og þá sem eru með íslensku sem annað mál og gefa fólki svigrúm til að aðlagast breyttu kerfi. Einnig þarf að endurmeta tilraunaverkefnið að skólaárinu loknu og fá fram töluleg gögn og upplifun fólks af breytingunni. Hafa ber þó í huga að breytingarnar munu ekki leysa þann vanda sem leikskólastigið á við að etja. Rót vandans er að fjölga þarf leikskólakennurum. Samkvæmt lögum eiga 2/3 hluta starfsfólk sem sinnir menntun og uppeldi leikskólabarna að vera leikskólakennarar. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru einungis 28% leikskólastarfsmanna menntaðir leikskólakennarar árið 2018. Fjölgun leikskólarýma gerir það verkum að sífellt lægra hlutfall starfsmanna leikskóla hefur menntun í leikskólafræðum. Það er því enn verk að vinna og mikilvægt að styðja við nema í kennaranámi samhliða því að reyna að halda í þá kennara sem nú þegar eru starfandi með bættu starfsumhverfi. Og undir þessa bókun eru ég, Díana Lind Sigurjónsdóttir, fulltrúi B-lista, Arnar Freyr Ólafsson, fulltrúi B-lista og Ellý Tómasdóttir, fulltrúi B-lista. Takk fyrir þetta Díana Lind, þá er þetta mál afgreitt og við hverfum þó aftur hér til 10. liðar á dagskrá þessa 38. fundar sem er fundartími bæjarstjórnar kjörtímabilið 2022 til 2026 og hér er lagt til að næsti fundur verði miðvikudaginn 8. maí þar sem framferð á síðar umræða ársreiknings og önnur fleiri mál en ætti samkvæmt prógrami að vera dagskrá miðvikudaginn 1. maí en það er hátíðisdagur verkalýðsins og þá ætlum við að vera í fríi þannig að við hittumst þá miðvikudaginn 8. maí. Er einhverju sem vilja tjá sig um þetta? Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða þeir sem eru því samþykk að þetta verði svona miðvikudaginn 8. maí næsti fundur. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið 11. lið á dagskránni, það eru að fara yfir nokkrar fundagerðir hér og það er skipulagsnefnd 25. fundur haldinn 18. mars síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig um þá fundagerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 12. lið á dagskránni, það er eigna- og veitunefnd 29. fundur haldinn 27. mars síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig um þann fund? Ef svo er ekki, þá förum við í 13. lið á dagskránni sem er bæjarráð 81. fundur haldinn 4. apríl síðastliðinn. Einhvers vilja tjá sig. Svo er ekki, þá förum við í 14. lið á dagskránni bæjarráð 82. fundur haldinn 11. apríl síðastliðinn. Einhvers vilja tjá sig um hann. Ef svo er ekki, þá förum við í 15. lið á dagskrá fundarins sem er skipulagsnefnd 27. fundur haldinn 10. apríl síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig um hann. Ef svo er ekki, þá förum við í 16. og síðasta lið fundarins bæjarráð 83. fundur haldinn 18. apríl síðastliðinn og þá hefur Bragi nokkur Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við langar svona rétt að hnykkja á máli sem við tókum inn á afbrigðum á fundinum. Það var göngubrú yfir Ölfusá. Bara til að minna á það og hvað fór fram í nefndinni því að
það varð sem betur fyrir ekki slys á fólki en það var umferðarslys á Ölfusárbrú miðvikudaginn 17. apríl og viðkomandi eða bifreið fór á handriði sem hefði getað endað með stórslýsi ef einhver hefði verið á gönguleiðinni yfir brúna. Bæjarráð og sveitarfélagið Árborg hefur í mörg ár, hvers tíma, þess ekki orðalagið, hafa bent á það að það þurfi að gera stakstæði göngubrú yfir ána á þúslóðum og allt frá árinu held ég 1990, þá var því nú lofað af einhver mætumönnum á þeim tíma og til teikningar á borðinu, en bæjarráð vildi ítrekka mikilvægi þess að það væri farið í stakstæða göngubrúur Ölfusá og rétt síðasta setningin bæjarráð skorar á Vegagerðina að setja á dagskrá stakstæða göngubrúur Ölfusá sem allra fyrst svo að tryggja megi neyðarleg viðbragðsala ásamt öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Þetta er bara svona að koma fram til þessu lið og ítrekka þessa áskorun frá bæjarráði sem ég veit að er komin áfram á rétta staði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá er dagskrá þessa 38. fundar tæmd. Ég vil þakka Þórhildi Dröfn Ingvadóttur, bæjarfulltrúa D-lista, fyrir samveruna hér sem aðalmaður í bæjarstjórn. Hún situr sinn síðasta fund í bili og inn kemur Helga Lind Pálsdóttir á næsta fund. En að svo mæltu, við hittumst náttúrulega miðvikudaginn 8. maí, næsta fundi, að svo mæltu vil ég fyrir hönd bæjarstjórn að senda íbúum, starfsmönnum sveitarfélagsins og þetta bæjarfulltrúum öllum óskir gleðilegt sumar. Það að bresta á morgun og segi þessum 38. fundi slitið.